Sigur í fyrsta leik í úrslitarimmunni til Snæfell, hvað skópar það sig fyrir þeim stúlkur? Við vorum að spila fanta vel í fyrri hálfleik og bara frábær vörn og sóknin svona allt í lagi. Komum með ágætis forystu og þriðji leikluti svo sem í játnum, jafnvægi þar til að við missum helin út af. Og það er erfitt, en stelpurnar voru sýndu ótrúlegan karakter að klára þetta. Þær voru búin að minnka þetta niður í eitt stig, já. Og þá sýndi Pálína risa þrist og náum mununum upp úr því upp í 8 stig. Og bara klaufaskapur í okkur að hleypa þessu svona nálægt. Það eru skrýtnar síðustu 10 sekúndurnar á þessu leik. Já, bara algjör klaufaskapur að æða af stað með boltann í staðinn fyrir að passa hann og láta þær brjóta á okkur, ekki gera tækifæri til að stela hann. Við lærum að þessu. Og fer Helena, dettur hún út þarna. Einhverjar fréttir af henni sem þú getur sagt þér? Nei, ekkert núna. Ég meina, hún gekk eitthvað í kálfann og við verðum bara að skoða þetta á morgun og mánudaginn. Þetta með því að verði allar línur auðglóðandi að leita að sjúkraþjálfurum sem að trýta hana næstu sólarhringa. Næsti leikur í Hólmunum, Snæfell Kablusar í Hólmunum. Hvað þurfum þið að gera til þess að brjóta það niður? Við þurfum að spila betur enn í kvöld, svona gegnum leikinn. Varnarlega vorum við virkilega flottar í fyrri hálfleik. Það hafa nú verið að koma, þessi leikur og síðasti leikur á móti Grindavík. Þá leyfðu þið 1 stig í fyrsta leikur og svo 6 í þessum. Sem náttúrulega ágætis stjálfræði. Já, eins og segir, varnarleikurinn var frábær í fyrri hálfleik. Mér fannst varnarleikurinn detta svolítið niður í okkur í seinni hálfleik. Við mistum aðeins, kannski orðnar þreyttar og þær skoruðu í rauninni allt of mikið í seinni hálfleikunum á okkur og við þurfum að laga það ásamt því að skerpa nokkuð hlutum sóknarlega.